Þá komið að því að loka skrokknum hérna neðan og til þess þá þurfum við balsa sem 1,5 mm á þykkt og krossvið sem 1,5 mm á þykkt. Krossviðurinn kemur nú að hluta til hérna sem lok, þannig að við þurfum að klippa hann í sundur, en síðan lokar hann hérna þessum parti og það er mikið styrkur í honum þarna. Hins vegar, það sem að kemur á óvart þegar maður fer að klæða svona, það er að þvert á það sem maður geti ímyndað sér, maður tæki bara svona balsaplötu og límd hana hérna á og tæki síðan af það sem ekki á að vera, þá þarf að liggja í balsanum, trefjarnar, þær þurfa að liggja þvert á skrokklínuna. Af hverju, gæti maður spurt? Jú, það er vegna þess að ef við höfum balsan svona, að þá er hann mjög svagur. Hann getur sveigst svona og hann getur brotnað mjög auðveldlega. Maður stingur puttum í gegnum þetta eins og ekkert sé. Hins vegar, þegar hann liggur svona, að þá er ekki mikil seigja í honum og styrkurinn er miklu meiri. Þannig að við þurfum að skera til búta sem passa allavega hingað niður eftir og líma þá. Hérna ætlum við að merkja fyrsta stykkið. Það kemur upp að þessum förulista hérna og við bara rennum blýantinum hérna undir og erum þá komið með merki. Síðan notum við skerplötuna hérna til þess að skera þetta. Það má alveg gera þetta nokkuð rúmt. En hérna er þá þessi plata komin. Og nú ætlum við að líma hana niður og það gerum við með því að við merkjum hérna. Síðan notum við náttúrulega trélíma á þetta. Aðeins að jafna límið út. Og svo setjum við þetta á. Svona. Til að halda því, þá getur maður ímyndað sér að það væri sniðugt að setja farg á þetta, en vegna þess að það er í rauninni ekkert hérna sem heldur skrokknum uppi, þá er einfaldast að stinga nokkrum títuprjónum í þetta og halda því á sínu stað á meðan límið harðnar.
þá er þetta komið á og það þarf að fá að þorna smávegis og hérna megum ekki fikta í því á meðan, en hins vegar þá þurfum við að setja út hér á og það er þessi krossviður hérna og hann þarf að koma hér, en við þurfum að skera á hann hérna, þannig að ef ég mæli bara hér að þá þarf hann að ná hérna og hérna, svona. Þennan part þurfum við að taka af til þess að líma hérna á. Nú ætlum við að líma þennan bút hérna niður og þá er spurning hvernig við höldum honum, því að það er nokkuð ljóst að maður stingur ekki með títuprjón í gegnum krossvið. Það sem við gerum hins vegar er að við getum notað límband og einhverjum tilfellum getum við notað svona klemmur eða svona þvingur. Nú þarf skrokkurinn að fá að harðna. Það tekur einhverja klukkutíma, svo að við komum aftur seinna í dag. Nú er límið orðið þurrt og við getum farið að hreinsa hérna utanaf og þá er hægt að gera það á ýmsa vegu. Ein aðferð til dæmis er að nota svona brotahníf, hobbihníf og renna honum laust, og þá meina ég laust, hérna eftir hliðinni nokkrum sinnum og skera þannig í gegnum balsana. Það er erfiðast þar sem að það sem lím hefur fengið að standa út, en það enda með því að við erum búin að losa okkur við meginpartinn af þessu, svona, og þá nota ég 80 pappír á svona stórum kubbi og renn honum bara hérna eftir. Hann er fljótur að éta upp balsann sem út á stendur. Hérna megin. Og
þá hliðin orðin fín. Hérna framan krossviður og það ekkert sérstaklega þægilegt að skera hann en af því að ég skar hann eiginlega alveg jafn breiðan og skrokkinn þá bara einfaldast að nota sandpappírinn og nú renni ég honum við svona 45 gráðu horn þangað til að ég næ honum niður að. Aftur að því að við erum að fara þvert á krossviðinn þá étur þessi pappír af honum mjög hratt. 80 pappír losar burt mjög hratt. Nú legg ég þetta bara hérna á hliðina og reyni að ná krossviðnum sléttum við. Hérna, svona, nú þetta komið. Later. Nú, lokið hérna efnið í það. Við komum að því síðar. Því að við þurfum að láta það fitta í. Geymum þetta bara. Þá komið að því að klæða hérna ofan á. Og ég hef búinn að skera til það sem sýnt á teikningunni og ég gerði tvö sett. Það er að segja að ég gerði tvennt í einu til þess að þetta væri alveg eins og hreinsa hérna doppelteipið af og hérna svona. Þetta á síðan að límast hérna niður svona og leggjast hérna yfir. Þetta þarf að gerast í tveimur atrennum. Það er að segja, maður límir þetta fyrst svona. Það jafnvel sniðugt að taka smá fláa hérna á og líma það hérna á. Síðan þegar þetta fast á, þá bleytir maður með vatni hérna og þá veltur, þá hreyfist balsinn sjálfkrafa hérna yfir. Ef ég færi að reyna að þvinga núna þá myndi hann brotna og með vatni hægt að gera þetta mjög þægilega. Síðan leyfir maður þess að þorna áður en maður límir það niður. Þar sem að aðgerðirnar sem að þarf að fara fram, þar að segja að líma þetta niður og velta því yfir, eru nánast eins, bæði framan og aftan. Þá ætlum ég bara að gera hérna framan og sýna það í mynd. Hitt ger ég síðan án myndavélar.
Nú er vatnið gufað upp og þessi balsabútar halda lögun sinni. Nú er svo undarlegt að hérna megin, fyrir framan, þá náði stykkið ekki alla leið. Sem sagt, stykkin voru aðeins of stutt og ég bætti við 3 mm stöng hérna sem ég skar og setti á milli og nú er ég búinn að líma og ég notaði bara trélím og svona lítinn pensil til þess að koma líminu á alla staði og nú er ég búinn að setja hérna þetta eru teygjur og límband sem ég er að nota til þess að halda þess að meðan að límið þornar. Hérna megin aftur á móti, þar eru hliðarnar of langar og ég þarf að skera af þeim og til þess að gera það þá ætla ég að nota svona reglustiku og ég ætla að skera bara eftir henni smá ræmu í einu þangað til að báðum megin þangað til að þetta dettur saman eins og það er greinilegt að það þarf að skera kannski svona millimetr af hvorri. Já, hérna er skrokkurinn svona nokkurn veginn tilbúinn. Ég er búinn að pússa dálítið niður hér. Ég á kannski eftir að gera eitthvað aðeins meira. Ég á eftir að pússa niður hérna framan, taka límbandið af og pússa aðeins niður. Þannig að við skulum gera það nú.
þá er skrokkurinn kominn svona mestuleyti eins og við þurfum að hafa hann. Það sem við ætlum að athuga næst er vængurinn.